Þrír Bandaríkjamenn með tengsl við Donald Trump hafa reynt með leynd að auka stuðning Grænlendinga við Bandaríkin. Yfirvöld óttast að með þessu eigi að styðja við óskir Trumps yfirtöku á Grænlandi. Þjófnaður á hraðbanka með 22 milljónum telst upplýstur. Maður á 50-aldri hefur játað að koma að skipulagningu og framkvæmd glæpsins. 2 börn, 8 og 10 ára, voru drepin í skotárás á kaþólskan skóla í Minneapolis í Bandaríkjunum í dag. 2 til viðbótar eru í lífshættu. Erfðaupplýsingar verða nýttar til að leggja mat á heilsufar fólks verði áform heilbrigðisráðherra einstaklingsmiðaða heilbrigðisþjónustu að veruleika. Geisladiskabúð Valda verður meira en tvöfalt stærri við flutning mánaðamótin. Valdi áætlar að 250 bananakassa þurfi til að flytja 15.000 eintök af diskum og plötum. Gott kvöld. 3 Bandaríkjamenn hafa staðið fyrir aðgerðum á Grænlandi sem sérfræðingar telja tilraun til að hafa áhrif á grænlenskt samfélag. Mennirnir eru í nánum tengslum við Hvíta húsið og forseta Bandaríkjanna. Danska ríkisútvarpið greindi frá þessu í morgun. Þar kemur fram að einn mannanna hafi farið til Nuuk til að gera lista yfir menn sem styðja Donald Trump forseta Bandaríkjanna. Hann hafi jafnframt reynt að finna mál sem gætu spillt sambandi Danmerkur og Grænlands. Hinir 2 hafi sett sig í samband við viðskiptafólk, stjórnmálamenn og almenna borgara. Yfirvöld hafa áhyggjur af því að þessi tengsl verði notuð til að styðja við óskir Trumps yfirtöku á Grænlandi. Mennirnir 3 hafa allir tengsl við Hvíta húsið og Donald Trump. DR fékk ekki staðfest hvort mennirnir væru þarna að eigin frumkvæði eða ráðnir af Bandaríkjastjórn. Stjórnvöld í Danmörku hafa brugðist hart við og hefur sendifulltrúi Bandaríkjanna meðal annars verið kallaður á teppið. Jeg har sagt fra starten af det her forløb, at jeg tror præsident Trump han mener det alvorligt, når han siger, at han ønsker, at USA skal overtage Grønland. Og det I bringer frem i dag, synes jeg understreger den alvor. Og hvis nogen gør sig tanker om, at man kan påvirke det med metoder, hvor man prøver at fremkalde 5. kolonne virksomhed eller den type aktiviteter, så er det i strid med den måde, som stater samarbejder med hinanden på. Hallgrímur, hafa þessi tíðindi komið á óvart? Já, svona já og nei. Umræðan yfirtöku Bandaríkjanna á Grænlandi, hún hefur svona ekkert verið sérstaklega mikil síðan bara í vor þegar hún svona gaus svolítið upp. Í maí greindi hins vegar Wall Street Journal frá því að einhver svona starfsemi væri í gangi af hálfu Bandaríkjamanna. Þessi frétt DR frá því í morgun svona frekari staðfesting á því, en það sem kannski vekur athygli í þessu hvað menn eru eiginlega ganga langt í þessum. En hver hafa viðbrögðin verið á Grænlandi? Svona áður en ég kem að því þá rétt að geta sendifulltrúi Bandaríkjanna, hann tjáði sig eftir fundir með Lars Løkke Rasmussen í dag og sagði að Bandaríki myndi virða sjálfsákvörðunarrétt Grænlendinga. En stjórnmálamenn á Grænlandi hafa brugðist við á ekki ósvipaðan hátt og dönsku kollegar þeirra, finnst þetta of langt gengið, og Jens Frederik Nielsen, formaður landsstjórnar, hann sagði nú síðdegis að hann ætlaði nú ekki að láta þessar fréttir raska rósinni. En við skulum heyra aðeins hvað bæði grænlenskir stjórnmálamenn og almenningur höfðu að segja tíðindi dagsins. Det totalt over stregen, når det at man vælger at vise interesse og forsøge at infiltrere det grønlandske samfund på den her måde. Og der skal man jo huske på, at det er Grønland selv, der skal beslutte, hvad er det, vi gerne vil. Hvad er det for en fremtid, vi vælger. Det virker lidt uvirkeligt. Det er jo sådan noget, man ser på film eller sådan noget. Så ja, men hvis det passer, så kan det godt sådan virke lidt skræmmende. Jeg bliver selvfølgelig træt af, at der stadig er interesse for det fra nogle sider. Men jeg tror ikke i det store hele, at det har nogen betydning. Það hafa ýmis mál komið upp undanfarið milli Grænlands og Danmerkur og það eru tíðindi í þeim málum nýlega. Í síðustu viku þá bárust fréttir af því að barn hefði verið tekið af grænlenskri móður skömmu eftir að barnið fæddist á grundvelli sérstaks foreldraprófs. Þessi próf voru svolítið í sviðsljósinu fyrir ári og þá hefði Danir hafa síðan settu lög sem banna þessi próf.
Þetta hefur vakið athygli og síðan í dag þá bað Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, grænlensku þjóðana afsökunar á lykkjumálinu svokallaða sem snerist það að ungar grænlenskar stúlkur fengu í sig getnaðarvörn án þess að vera upplýstar það. Sérfræðingar sem hafa verið að reyna að skýra þetta í Danmörku hafa sagt að þessi tímasetning á afsökunarbeiðni geti ekki verið tilviljun. Við spurðum alþjóðastjórnmálafræðing sem þekkir vel til Grænlands út í þetta og fleira tengt tíðindum dagsins. Já, það áhugavert og það kannski erfitt að trúa að þetta sé tilviljun. Þetta komi akkúrat á þessum sama tímapunkti. Engu síður það ekki útilokað. Bæði Grænlendingar og Danir hafi fengið smá hlé frá umræðinni frá því hún fór síðast á flug á vormánuðum. Þetta einstaka atvik mun ekki breyta miklu, en þetta þýðir bara að nú málið hafið á ný og kannski taugakerfi á Grænlendingum fari aftur aðeins í gang. Viðbrögð Dana séu hefðbundin og svipuð því sem þau hafi verið áður, enda hafi þeir líklega með sínar leyniþjónustur vitað af þessari starfsemi Bandaríkjamanna. En Vilborg telur að áhrifin geti orðið mikil á viðleitni Dana í samskiptum sínum við Grænland. Þetta hefur myndað pressu á Dani að taka aðeins við sér og vera ekki að draga lappirnar eins og þeir hafa gert. Gagnvart því að viðurkenna og gera ákveðna bætur á og bætur til Grænlendinga hvað varðar málefni sem að Danir hafa gert á þeirra hluti gegnum tíðina. 2 börn voru myrt í skotárás á kaþólskan skóla í Minneapolis í Bandaríkjunum í dag. Árásarmaðurinn skaut tugum skota með riffli og skambissu inn glugga í kirkju skólans í átt að börnum sem voru við morgunmessu. Börnin sem voru drepin voru 8 og 10 ára. 17 til viðbótar særðust, þar af 15 börn. 2 þeirra eru í lífshættu. Árásarmaðurinn sem var liðlega 20 svipti sig svo lífi. Lögreglan telur hann hafa verið einan að verki. I used to go there and I have grandchildren. I have 4 grandchildren and they're all 3 out of 4 are school-age kids, and school should be a safe place for children. And this is sad what is happening to this world. I just feel sad for kids. That should be a safe place for them. And I feel sorry watching the parents coming in here. A sad day. Ísland getur verið í fararbroddi í einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu. Þetta meðal þess sem kemur fram í skýrslu starfshóps heilbrigðisráðuneytisins. Í einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu eru allar upplýsingar í sjúkraskrá fólks notaðar til að ákvarða læknismeðferð. Auk þess eru erfðaupplýsingar nýttar til að meta áhættu á ákveðnum sjúkdómum. Þannig á að vera hægt að grípa inn í áður en sjúkdómsverður vart og draga úr kostnaði heilbrigðisþjónustu. Hugtakið einstaklingsniðin heilbrigðisþjónusta felur í sér að allar lækningar séu sniðnar að hverjum og einum, en ekki að allir með tiltekinn sjúkdóm fáið sömu meðferð. Markmiðið að nýta allar upplýsingar til að gera einstaklingsniðina meðferðaáætlun og þannig koma í veg fyrir óþarfa inngrip og kostnað. Alma Möller heilbrigðisráðherra leggur fram frumvarp í haust framkvæmd stefnunar og rannsóknir á vegum íslenskrar erfðagreiningar, hjartaverndar, Krabbameinsfélagsins og Háskóla Íslands geta nýst við innleiðinguna. Í skýrslu starfshópsins kemur fram að ýmis siðferðisleg og lagaleg álitaefni geti komið upp við innleiðingu og því verði að gera miklar kröfur til hennar. Nýsamþykkt reglugerð Evrópuþingsins sem Ísland skuldbundið til að innleiða sem aðildarríki að EES-samningnum felur í sér skyldu vísindamanna til að láta fólk vita af mikilvægum heilsufarsupplýsingum sem koma í ljós í rannsóknum. Ólíkt því sem nú mun það ekki hvíla á þáttakendum í rannsóknum að óska sérstaklega eftir þeim upplýsingum. Velkomin Þorvarður Jón Löfi, formaður vísindasiðanefndar. Það stefnt að því að nýta alls konar upplýsingar, heilbrigðisupplýsingar við heilbrigðismeðferð sem ekki hafa verið nýttar áður. Hvaða svona siðferðislegu álitamál getur komið þarna upp? Það eru fjölmörg siðferðilega álitamál sem þarf að hafa í huga, en í skýrslunni sem var kynnt í morgun þá tekið á nokkuð mörgum þeirra og það verður athyglisvert að sjá hvernig gengur að innleiða það í framtíðinni. En það eru samt mörg mál sem þarf að ræða. Það mikilvægt að öll þjóðin sé upplýst og taki þátt í þeirri umræðu þannig að lausnin verði sem best. Ég vil nefna sem dæmi að það eru 10.000 einstaklinga á Íslandi sem eru ekki í Íslendingabók eða í heilbrigðisgagnagrunnum íslenskrar erfðagreiningar og það þarf að finna einhverja leið til þess að þessir einstaklingar hafi líka aðgang að sérsniðinni heilbrigðisþjónustu.
Ertu þá að vísa sérstaklega til aðfluttra Íslendinga? Já, þeir myndu vera ólíklegri til þess að vera í rannsóknunum og eru ekki í Íslendingabók. Þarf að breyta lögum þá líka til þess að tryggja að þessar upplýsingar verði ekki misnotaðar? Það þarf að breyta lögum, það þarf að fara vel og vandlega yfir lagaumhverfið og það þarf að tryggja, já, að í þeim lögum verði mjög vel tryggt upplýsingaöryggi. En það þarf líka að hafa í huga að Íslendingar eru mjög vanir því að taka þátt í umfangsmiklum vísindarannsóknum og á áratugum hefur hér byggst upp traust á þeim aðferðum sem eru notaðar til þess að geyma gögn og það að innleiða þessar aðferðir í heilbrigðiskerfinu ætti ekki að minnka gagnaöryggi í sjálfu sér. Þessi einstaklingsmiðaða heilbrigðisþjónusta á hún sér fyrirmyndir annars staðar, er verið að miða við fyrirmyndir einhvers staðar? Það er til fullt af fyrirmyndum að einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu. Ég get nefnt sem dæmi þegar er verið að erfðagreina krabbamein og velja meðferðir út frá því, líka í fósturskimunum og þetta er notað á Norðurlöndum víða og jafnvel hér heima. En það sem er nýtt í þessu er að við erum að fara að gera þetta fyrir alla íslensku þjóðina því að við eigum hér til upplýsingar sem er ekki til neins staðar annar staðar. Þannig að við þurfum að ryðja svolítið brautina í þessu og búa til okkar eigin aðferðir við að gera þetta en við eigum alls ekki að hræðast að takast á það verkefni þótt við getum ekki innflytt einhverjar fyrirmyndir sem liggja nákvæmlega fyrir erlendis. Þórvarður Jónlöfi, þakka þér fyrir komuna. Maður sem hefur setið í gæsluvarðhaldi í tengslum við þjófnað á hraðbanka í Mosfellsbæ hefur játað sök. Málið telst upplýst en lögregla er með til rannsóknar hvort fleiri tengist í. Hraðbankanum var stolið úr útibúi Íslandsbanka í Mosfellsbæ aðfaranótt þriðjudags í síðustu viku. Honum var í raun skóplað út úr byggingunni með gröfu og svo fluttur á brott í bíl. Við tók viðamikil rannsókn lögreglu. 2 voru handtekinn karl og kona og úrskurðuð í gæsluvarðhald. Síðdegis á mánudag fannst bankinn við hitaveitutanka á Hólmsheiði. Milljónirnar 22 voru allar á sínum stað en tilraunir höfðu verið gerðar til að opna hólfið sem geymir peningana án árangurs. Konan er laus úr gæsluvarðhaldi en maðurinn var í dag úrskurðaður í mánaðarlanga síbrotagæslu vegna fjölda mála sem hann er talinn tengjast. Hann hefur játað sök og málið telst upplýst. Hann er að játa á sig skipulagningu og framkvæmd þjófnaðarins. Ekki fást upplýsingar hver hlutur konunnar er talinn vera. Heimildir fréttastofu herma að bíll konunnar hafi sést í eftirlitsmyndavélum og símagögn hafi svo tengt konuna og mannin saman. Lögreglu var ekki vísað á hvar bankan væri að finna, heldur fannst hann eftir mikla yfirlegu gagna og myndefnis, segir Hjördís. Eru einhverjir fleiri grunaðir? Við erum að skoða aðild annarra að málinu og ég sjálf sér ekki tímabært að fara nánar út í það. Getur það hvort þessi einstaklingur eða fleiri? Það eru fleiri. Maðurinn játaði aðild að einu stærsta peningaráni Íslandssögunar þegar á 3 tugmilljóna var stolið úr peningaflutningabíl í Hamraborg í fyrra. En engin ákæra hefur verið gefin út í því máli. Maðurinn sat tíma í gæsluvarðhaldi í Þorlákshafnarmálinu svokallaða en var ekki ákærður. Hann bar skýrslu fyrir dómi í því máli í dag en hann varði tíma með einum sakborningana umrætt kvöld í mars en nennti ekki að fara með þeim austur eins og hann orðaði það fyrir dómi. Maðurinn hefur kært úrskurðum áframhaldandi gæsluvarðhald til Landsréttar. Deilt var dánarorsök Hjörleifs Hauks Guðmundssonar sem lét lífið eftir að hafa verið frelsissviptur, beittur ofbeldi og skilinn eftir við göngustíg í Gufunesi í marsmánuði. Við framhald aðalmeðferðar svokallaðs Þorlákshafnarmáls fyrir Héraðsdómi Suðurlands í dag. Réttarlæknar sögðust telja dánarorsök vera öndunarörðuleika vegna áverka. Verjendur sakborninganna 5 spurðu hvort áverkarnir kynnu að stafa af endurlíkunartilraunum á bráðamóttöku Landspítala. Læknarnir töldu það ólíklegt. Aðalmeðferð heldur áfram á föstudag. Geisladiskabúð Valda, þar sem hver fersentímetri er nýttur, færir sig sett. Valdi telur að það þurfi 250 bananakassa undir varningin. Geisladiskabúð Valda á Vitastíg í Reykjavík hefur staðið sneisa full frá 1998 og er enn með marga upprunalega viðskiptavini. Valdi skellti í lás í dag, ekki af því að það væri bilbug á honum að finna, heldur þvert á móti. Hann er að flytja sig og fer í meir en 100% stækkun úr 50 fermetrum í 114 á mótum Hátaugsvegar og Rauðarárstígs. Já, það er plássleysi og bílastæðismáli. Það er dálítið erfitt að finna stæði fyrir hana hérna.
Hefurðu hugmynd hvað átt með mörg stykki í búðinni? Ja, ég gerði nú vörutalningu, ég held að sé eitthvað 15.000 kannski, svona cirka. Diskar og DVD og vínil og tölvuleiki og svo framvegis. Þetta eru nokkur handtök að flytja einu svona búð? Já, það verður svona 250 bananakassar, svona held ég. Valdís stefnir að því að opna nýjum stað á mánudag og segist þar með komin í efstu deild. Vínilplötur og tölvuleikir seljast mest en geisladiskurinn á nú mikla endurkomu. Hjá Valda má finna flestar ef ekki allar tónlistastefnur en sumt fer hraðar en annað. Sko klassískt rock og þungarokkið og hip-hop líka myndi ég segja. Eila bara allt á. Og þótt búðin sé ekki stór eru þær ýmsar deildir. Og hérna eru við komnir þá í myndiska deildina eða hvað? Já, nákvæmlega DFD og þarna og síðan fleiri geisladiska hérna og jafnvel smá vínil hérna undir. Það verið að nýta ferrsentimetrana hérna. Hérna mitt persónulega uppáhald, það er þarna svona metal. Já. Ég er ennþá á, ekkert unglamb lengur en ég hlusta ennþá á svona tónlist. Er þetta ekki bara klassískt? Jú, algjörlega sko. Valdi segist vita sæmilega hvað sé til og raður upp eftir kerfi þótt hann sé ekki með allan lagarinn í kollinum en inn á milli leynast ýmsir fágætir gripir. Og fólk hringir og spyr ýmislegt. Þú sé búin að koma út á vínil, veistu það? Nei, ég man ekki eftir séð einhvern. Kannski er það bara, hérna Hafdís Huld, já það er bara allt annað sko. Well, there's no wasted space, which I really appreciate. Everything is movies and music, which is perfect. Have you found or seen anything that you found interesting? Yeah, there's a lot of, I think, special edition stuff. Like there was a Hitchcock DVD set that was very interesting, and then the Kubrick set that was behind the register that I'd never seen those anywhere else before. Norðurþing og bresk-norska félagið Giga 42 undirrituðu í morgun viljayfirlýsingu uppbyggingu gagnavers á iðnaðarsvæðinu á Bakka við Húsavík. Verið rís á 4,3 hektara lóð með 50 megavatta raforkuþörf. Forseti sveitarstjórnar segir uppbygginguna mikilvægt skref fyrir atvinnulífi í sveitarfélaginu, ekki síst vegna fjölda uppsagna hjá kísilveri PCC á Bakka fyrir sumar. Hann segir atvinnutækifæri ekki aðeins bundin við uppbyggingu heldur skapist fjöldi starfa einnig til frambúðar. Það talað svona í 50 megavatta gagnaveri eru 50 störf, svona 1 til 1,5 starf á hvert megavatt og síðan þá kannski 2-3 afleidd störf svona í kringum það og skapar auðvitað umsvif í kringum allan svona innan. Það er unnið að því að ná orku í þetta gagnaver en það er möguleiki að stækka Þeistareykjavirkjun, það er hægt að gera það. Það er þegar búið að fara í umhverfismat, þannig að það er nokkuð hægur vandi að stíga það skref að stækka Þeistareykjavirkjun. Það þykir yfirleitt hvorki virðingavert né upphefjandi þegar tómatum er hent í mann. Tómathátíðin í Buñol í austurhluta Spánar er þó undantekning á því. Hún var haldin í 80. sinn í dag og þar köstuðu yfir 20.000 manns, samtals 120 tonnum af tómatum hverja annan. Vel þroskuðum, svo engum yrði meint af. Margir settu þó upp glerugu til að verja augun. Tómatarnir sem hlutu þessi örlög eru ekki tækir til manneldis og hefðu því annars verið hent. Mikil gleði var meðal þáttakenda sem margir eru erlendir ferðamenn. Oh yeah, we got the goggles anyway. Looking forward to it. Can't wait. I'm from India and we play a similar kind of festival called Holi and it's played with colors but this is something different. It's always been a dream. It's been a blast. We all loved it. Á 300 hundar af öllum stærðum og gerðum þreyta hið árlega hundahlaup í Mosfellsbæ. Og þar er Ástrós Signíadóttir fréttamaður. Eru hundarnir teknir á rás? Já, það er óhætt að segja að það sé verið að taka á rás hér við Reykjalund í Mosfellsbæ. En hér hafa 300 hundar tekið á rás. Fyrst í 2 kilometra skemmtiskokki klukkan 6 og núna klukkan 7 var ræst í 5 kilometra keppnislaup og við erum einmitt að fylgjast með þeim hlaupurum skila sér hér í mark. En hjá mér er hún Kolbrún sem er skipuleggjandi hlaupsins. Kolbrún, er svona hundahlaup kannski bara tilvalið til þess að sameina hundaeigendur? Jú, þetta er meðal annars gert til þess að gefa hundaeigendum í Íslandi vettvang til þess að taka pláss í samfélaginu og bara svona samin okkur í bara sýnileika og jákvæðri umfjöllun.
Hundar náttúrulega mjög algengur í Íslandi og hundar eru bara hluti af fjölskyldu margra Íslendinga. Þannig að við slóum þessu saman í svona fjölskylduvæna viðburð, 2 kilometra skemmtiskokk, þar voru mikið af börnum og svo erum við svona keppnishóp fyrir þá sem að vilja taka tímann og svoleiðis. Ekkert mál að þjálfa hundin sinn upp í svona hlaup? Allir hundar geta lært að draga og hér erum við að keppa í canicross sem svona hundadrifin íþrótt þar sem hundurinn hleypur fyrir framan á dregureigandann. Það kannski smá trikk að kenna sumum hundum þetta en aðrir hafa þetta meira í sínu eðli. En við til dæmis, það hægt að fara á námskeið núna á Íslandi. Takk fyrir þetta, Kolbrún. Ég held að það sé lítið annað að gera í okkur en að halda áfram að fagna öllum þessum hlaupurum hér. Takk fyrir þetta, Ástrós Signíðardóttir. Vörður, þú heldur utan Kastljós kvöldsins. Hvað ætlar að taka fyrir í kvöld? Mikið rétt Heiðar, við ætlum að taka fyrir skólakerfið í þætti kvöldsins en það verður mikil umræða undanfarið svona ákveða vegferð skólakerfið okkar mörgum finnst það óþarflega flókið og ógagnsætt. Við ætlum að ræða þessi mál við Þórdísi Jónu Sigurðardóttir, forstjóra miðstöðvar mennta- og skólaþjónustu og Atla Harðarsson, prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Við fylgjumst með því á eftir. En fyrst ætlum við að líta til veðurs. Það verður minnkandi vindur og úrkomu lítið í kvöld og nótt, breytilega átt 3 til 8 metrar á sekúndu á morgun, dálítið væta eða þokusúld austast, annars bjart með köflum, en líkur á stöku skúrum. Hiti breytist lítið. Nánar veðrið að loknum íþróttum. EM karla í körfubolta byrjaði í dag en Ísland spilar sinn fyrsta leik á morgun. Ég held að allir séu smá stressaðir, það eru margir að koma frá Íslandi og... Haukur Helgi Pálsson fór í aðgerð á hálsi í gær og missir af EM. Fá fréttirnar var ekkert eitthvað skemmtilegast í heimi, ég var bara á æfingu og var að leiðin út daginn eftir náttúrulega með strákunum. Og Arnar Gunnlaugsson hefur valið landsliðshóp karla í fótbolta sem spilar fyrstu leiki liðsins í undankeppni HM. Þetta algjör veisla, þannig að það enga afsökun fyrir að reyna ekki að spila allan góðan fótbolta. Og það ætlum við að rifja upp það sem helst í fréttatímanum. 3 Bandaríkjamenn með tengsl við Donald Trump hafa reynt með leynd að auka stuðning Grænlendinga við Bandaríkin. Yfirvöld óttast að með þessu eigi að styðja við óskir Trumps yfirtöku á Grænlandi. 2 börn, 8 og 10 ára, voru drepin í skotarás á kaþólskan skóla í Minneapolis í Bandaríkjunum í dag. 2 til viðbótar eru í lífshættu. Erfðaupplýsingar verða nýttar til að leggja mat á heilsufar fólks verði áform heilbrigðisráðherra að veruleika. Formaður vísindasiðanefndar segir að hafa þurfi fjölmörg siðferðisleg álitamál í huga. Geisladiskabúð Valda verður meira en 2-falt stærri við flutning mánaðamótin. Flytja þarf 15.000 eintök af diskum og plötum. Þessi fréttatími á enda. Fréttastofan fylgir ykkur inn í nóttina á rúv.is. Finna má fréttir og fréttatengda þætti á RÚV appinu og það hægt að senda fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir hjá rúv.is. Verið þið sæl.